Guðrún Brá Björgvinsdóttir, 5. Íslandsmeistaratitillinn. Hvernig þessi öðruvísi en einu? Bara ekki alltaf svo nýjasti besti eða? Þú þurftir alveg að hafa fyrir þessu. Já, það byrjuð á krafti þannig að ég þurfti svolítið að setja í næsta level hana eftir 9. Já. Hvernig leið þér svona? Hún náði að jafna við því einu sinni. Já, ég er svona ekki alveg klár hvernig þetta var. Eftir 6. Var þetta ekki komin í 1 högg eitthvað tíman? Eða náði hún að jafna? Heldur hún að náði að jafna eftir 6? Já, ok. Já, þá var ég svona, ok, nú þarf ég að fara að gera eitthvað. Já. Þú ert ekki að gera þetta í fyrsta sinn, þannig að þú ert með andlegan styrk til þess að takast á við það að þú þarft bara, hvað hugsaðar á þessum tíma? Þegar þær voru að þjarma að þér? Ég veit svo sem ekki alveg nákvæmlega, en það bara svona, þú veist, það bara spýt í, þú veist, það bara það sem, þú veist, stundum nóg að vera bara svona solid, þú veist, en svo þegar hinir að gera eitthvað ennþá betra, þú veist, þá þarft þú bara að stíga upp. Þú varst í spilafgjöndis golf, það var ekki máli, þær voru kannski bara búin að negla aðeins meira niður hérna, sérstaklega fyrir hringnum, fyrir 9 holunum. Og ég meina, þú veist, það annað að vera að leiða og að sækja, þú veist, þær vissu að þær þurftu að koma og byrja með krafti, þannig að þetta svona ólíka stöður. Já. En sætt svona, þú svona með siglunni, þá bara kláraður þetta? Já, alveg klárlega og ég var svona þolinmóð, þú veist, eins og þú varst að segja, ég var ekkert að spila lélegt golf, þú veist, þær voru bara að gera aðeins betri hluti en ég hérna til að byrja með og ég var bara þolinmóð að mitt datt svo inn hérna á rétta tímanum. Varstu með einhverju sérstaklega strategíu fyrir daginn í dag, bara halda áfram á sömu braut eða eitthvað annað? Já, bara halda áfram það sem ég var búin að vera að gera og svona bara alveg passa að ég færi ekki eitthvað svona varnargolf, þú veist, þá fer maður að missa hlutina frá sér. Þetta var nú ansið svona skrautlegt veðrið þessa 4 daga, þannig að það hefur nú tekið á líka svona að halda haus. Já, við fengum held ég bara allt. Við fengum rigningu og logn og rigningu og rok og svo rok í gær og sóli og svona vind í dag. Þannig að þetta var gott veður samt? Já, bara frábært og frábært að þetta var lokadagurinn. Margir sem komu og voru að fylgjast með og það alltaf gaman. Góð stemming? Já, mjög. Og hvað framundan hjá 5? Já, ég verði eiginlega að spyrja þig fyrst að einu. Hvað sagði pappinn? Nú ertu komið fram úr honum með 5, pappinn með 4, Björgvin Sigurbergsson. Já, ég held að hann verði bara að fara að taka upp kilurnar og æfa sig fyrir næsta Íslandsmót. En hvað tekur við hjá þér núna á næstu dögum? Ég bara að fara í flug kl. 7:20 í fyrramálið, þannig að það bara næsta mót að byrja núna á 5. Þú ert að spila, ert með takmarkaða þátttökurétt á Evrópumótaröðinni lett. Hvernig tilfinningin að vera þar, svona ef þú miðað við þetta sem sterkasta mót á Íslandi? Hvernig getur þú sagt okkur það? Þú veist, þetta náttúrulega allt annar leikur, þú veist, það náttúrulega bara öðruvísi vellir, út að spila í öðruvísi aðstæðum og auðvitað meira af keppni, eða þú veist, það bara 150 ótrúlega góðar stelpur að keppa, skilur við. Og já, en þú veist, bara... Hvað svona framundan? Það eru mót framundan, en ef þér tekst ekki að tryggja þig vel inn á mótaröðinu, ferðu þá áfram í úrtökumót? Já, það þá þarf maður að vinna sér aftur inn þátttökurétt. Ég samt með góðum árangri í Suður-Afríku í fyrra, þá ég með pottþétt inn á þau mót í byrjun næsta árs, þannig að en ég meina, þú veist, þegar þú ert atvinnumaður í golfi þá verður bara að taka 1 skref í einu og það opnast alltaf eitthvað þegar vel gengur og svo þarftu bara að endurskipuleggja ef það gengur ekki vel. Hvernig líf atvinnumannsins Guðrúnar? Já, það bara alls konar, bæði upp og niður og erfitt og gaman og held ég bara allt þar á milli. Já, þetta búið alltaf að halda áfram? Já. Gangi þér vel. Takk.